Phyllis, nú ertu búin að vera nokkra dagina og hvernig þetta búið að vera? Þetta búið að vera bara stórkostlegt. Þetta náttúrulega sirkus. Eurovision svolítið þannig að maður svona gengur inn í sápukúlu og inn í henni í 2 vikur. Æði, allir alveg rosalega frægir og mikilvægir og opbáslega mikið að gera og svo gengur maður út úr sápukúlun aftur og þetta eins og ekkert hafi gerst, bara svona springur og þá það bara búið. Þú ert mikill Eurovision aðdáandi sjálfur og veist mikið. Hver að vinna? Ég vissi það nú. Þá var ég búinn að veðja sko. Það er náttúrulega veðbankandi segja Danmörk. Ég ekki alveg viss. Mér finnst þetta ekki alveg einhvern veginn að virka. Þannig að mitt uppáhaldslag er Noregur. Mér finnst það alveg hrikalega flottlega. Svona eiginlega eitt af fáum lögum í keppni sem er svolítið current og svona eitthvað að gera, svolítið nýtt og svona. Síðan mikill aðdáandi ungverska gæins. Og en honum alveg hundleiðist hérna, honum finnst þetta alveg skelfilegt og ég held að það eftir að koma svolítið í gegn á sviðinu þannig að það var kannski ekki eftir að ganga neitt alveg vel hjá honum og hann er svona líka svona poppari sem að gera, hann er svolítið svona í Ásgeirstrausta áttina og svo er þessi hollenska, hún geðveik sko, hún alveg geggjuð en það er svolítið sama með hana, hún ekki alveg í sínu elementi hérna, hún ætlar svona að gera þetta mjög rólega og graceful en þú þarft aldrei að vera með svolítið sprengingar og læti í Eurovision sko. Hvað með lagið okkar, Ég á líf? Þetta að fara að gera eitthvað? Já, það eru allir mjög jákvæðir fyrir því að við förum í gegn. Það er nú kannski stóra málið, þó það var ekki bara fyrir mig í mínu starfi, þá það gríðarlega gaman, kæmst í úrslitin og miklu meira gaman. Ég bara mjög bjartsýnn og bjartsýnni eftir að við komum hingað út því að það Eyþór Ingi hefur staðið sig ofboðslega vel. Atriðið mjög fallegt og flott og lagið bara að gera miklu betri hluti en ég bjóst við. Þannig að ég bara mjög jákvæður og spenntur fyrir þessu og stoltur af strákunum hvað að gera þetta vel. Atriðið alveg hrikalega flott á sviðinu og þegar bakræðina koma þarna upp úr gólfinu einhvern veginn fyrir aftan hann, þetta virkar alveg frábælega. Og hann glæsilegur. Ef hann í dökka jakkanum, það að segja. Það var alltaf vitlaust í kommentator-bóksunum uppi þegar það voru prófaðir sko jakkarnir. Það gekk maður undir mannsund að segja manni í hvaða jakkan ætti að vera og flestir vonu á því að hvíti jakkin væri ekki að virka. Hann væri eins og þjónn á skemmtiferðaskipi. Þannig að við bíðum spennt að sjá hvað gerist. Stóra málið að taka þátt í þessu. Allir að vera með, halda Eurovision Party, velja, kjósa og taka svo þátt bæði á Facebook og Twitter. Þeir hvetja okkur til að nota hashtagið Eurovision og heima verðum að nota hashtagið 12 stig og þá þetta gaman, þá geta allir fylgst með hvað hinir eru að segja og það mikið fyndið sem gerist á netunum með þetta í gangi.